Velkomin í Biblían á mannamáli. Við ætlum að kíkja örlítið meira á Galatabréfið. Við erum búin að eyða nokkrum þáttum í það, ekki eyða, nota nokkra þætti í það því þetta er ekki tímaeyðsla. Nú ætlum við að skoða hluti í 4. kaflanum sem eru mjög merkilegir og útskýra enn frekar það sem við erum búin að vera að ræða um. En áður fyrir þangað þá langar mig að grípa niður í síðustu versunum í 3. kaflanum. Þetta er stórkostleg vers og svona pakka saman málstað Páls gegn umskurðnarsinnunum sem vildu gera alla gyðingum til að eiga aðgang að hjálpræði Guðs og lífinu í Guði og samfélaginu við hann. Og Páll sagði nei, það er ekki svoleiðis og grípur niður í 3. kafla 27. vers. Það segir hann: með því að trúa á Krist Jesú eða taka á móti, samþykkja, umvefja Krist, hans boðskap og hans líf og dauða og upprissu og það hver hann var, og segir hann, þá eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eru skírð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hann notar þessi líkingu mjög oft, að íklæðast Kristi, að leyfa Kristi að höndla allt sitt líf. Það er bara eins og að fara í fötin á morgnana og vera ekki berraðsar að striplast úti. Þú ferð í fötin og þannig fær Kristur að hylja þig og þú íklæðist honum. Hann er bara þitt líf, faktist. Og svo segir hann þessi dásamlegu orð: hér það að segja í Kristi Jesú, hvorki gyðingur né annarar þjóðar maður, þræll né frjálsmaður, karl né kona. Þið eru öll eitt í Kristi Jesú. Þetta eru dásamleg orð og þarna kemur skilningur Páls. Páll hefur oft verið gagnrýndur fyrir að vera eitthvað karlremba, en hann var töffari, en hann var ekki karlremba. Og ef við lesum og skoðum í kjölinn boðskapina sem að hans innsæi inn á verk Krists, að þá kemur eitthvað allt annað í ljós. Stundum þurfti hann að ávarpa, og ég hef nefnt það áður, stundum þurfti hann að ávarpa samfélagslega kringumstæður á þessum tíma sem þau lifði í, sem frumkirkjan var að byrja, og þar voru mjög oft erfiðar því það var karlrembu samfélag. Hann þurfti að ávarpa það og ráðleggja og hvetja fólk til þess að missa ekki tök á lífið sínu með því að fara á móti öllu að óþörfu. En hér kristallast hans sýn á þetta. Muniði, umskurðnarsinnarnir sögðu, þið verðið að gerast gyðingar, þið verðið að gangast undir allt lögmál Móse, það gagnast ekkert annað. Það er eina leiðin. Þið réttlætist ekkert bara að trúa ykkur svona á Jesú Kristi, þið verðið að framfylgja lögmáli Móse. Nei, segir Páll, Kristur Jesús, hann var gyðingur, hann fæddist, ólst upp sem gyðingur, starfaði og lifði í Ísrael sem gyðingur, sem rabbinni þar og kendi. En boðskapur hans er svo róttækur og umbyltandi, ekki bara fyrir gyðinga, heldur fyrir mannkynið allt. Og Páll segir hér: þegar við sameinumst í hans verki, þegar við sjáum og það sem hann hefur gert og þegar við horfum á lífið og á hvort annað út frá Kristi, þá er hér hvorki gyðingur né annarra þjóða maður, eða Grikki eins og hann kannski myndi hafa sagt, sem eru allar aðra þjóðir, það voru heiðingjarnir. Þetta snýst ekki gyðinga eða annarra þjóða fólk. Og það er engin þræll eða frjálsmaður. Og svo kemur þetta sem á nú aldeilis við, það er engin karl eða kona. Allar þessar skiptingar okkar, mannkynsins, í alls konar hópa, karlar, konur, gyðinga, Grikkir, eins og umskurðarmennirnir vildu gera. Nei, ekkert að þessu skipti máli. Þið eruð öll eitt í Kristi Jesú. Þetta, elsku vinur, er það sem að Kristur hefur gert fyrir þig og mig og mannkynið allt.
Hann sameinar okkur. Ef að við byrjum bara að vakna til meðvitundar innra með okkur. Vá, hver ég? Hvaðan kom ég? Hvað ég að gera hérna? Hvað erum við öll að gera hérna? Til hvers erum við hérna? Hvernig upphafið? Hvað endurinn? Einhver endir? Allar þessar stóru lífsins spurningar. Þegar við leyfum Kristi að koma inn og við vöknum til meðvitundar anda hans og það sem hann hefur gert, þá sameinar það okkur í eitt. Við hættum að horfa á hvort annað sem hin. Þeir eru hin. Nei, við erum eitt. Páll segir öðrum stað að við eigum ekki að horfa á neinn mann og líta á engan mann og þekkja engan mann eftir holdinu lengur. Það segja útlindur og hegðun heldur eftir andanum hvað gert innra. Þetta dásamleg, þetta bara dregur þetta saman kjarnan í þessu. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, segir hann svo, þá eru þið börn Abrahams, afkomendur Abrahams og þess vegna munið þið erfa það sem honum var heitið, að þið eru börnin hans. Við erum búin að fara mikið í Abraham og ég ætla að fara örlítið betur þar í hérna, hvað við segja, seinni hlutanum á 4. kaflanum. Skulum stökkva yfir fyrstu versin, það er fyrstu 20 versin. Ég ætla að grípa hérna, þetta er svo gott hjá honum, það er svo margt gott. Ég má ekki sleppa öll. Skulum grípa niður byrja í 18. vers í 4. kafla. Hann segir Páll, hann er ennþá ávarpa, hann er að tala til Galatamannana muniði, safnaðana í Galatíu sem hann og Barnabas stofnuðu. Svo segir hann, það er alltaf eða ávalt gott að láta sér and það sem gott er. Og ekki aðeins meðan ég er hjá ykkur, börnin mín. Hann ávarpaði sem börnin þeirra í trúnni. Sem ég nú að nýju með harmkvælum. Þetta er búið að vera erfitt. Ég kom til ykkur, það var stórkostlegt, það var gott. Og nú þarf ég að skrifa ykkur allt þetta. Þetta er harmkvælu því það er verið að reyna að taka ykkur burt frá fagnarindi og fagnarindi burt frá ykkur. Svo segir hann sér dásanlega orð. Ég ykkur að nýju með harmkvælum, þessum átökum öllum sem er í gangi. Þetta er búið að vera erfitt. Þetta var erfitt fyrir Pál og þetta var mjög erfitt fyrir hérna trúuðu líka í söfnuðunum. Þetta sundraði þeim og þau skildi ekki lengur hvað var upp og hvað var niður, mörg þeirra og svo framvegis. Svo segir hann, þangað til, ég ykkur að nýju með harmkvælum þangað til, Kristur er myndaður í ykkur. Og þetta er bara þessi setning. Þangað til Kristur er myndaður í ykkur. Og nú ætla ég að nefna eitt. Ég tala mikið það að vakna til meðvitundar. Og margir tala það, ekkert bara ég og ekkert bara kristnir. Því að þeir sem eru andlega leitandi, þeir átta sig á því að þú að vakna. Þú að vakna innra með þér, þú að vakna til meðvitundar heyrðu, lífið er ekki alveg eins og ég hélt að væri eða bara það sem ég er búin að heyra, það er eitthvað meir í gangi og ég er að skoða það. Langar að hvetja ykkur og segja við ykkur, þó þú vaknir og þegar þú vaknar, þá þarf ekki allt að gerast á einni svipstundu. Þetta er ekki bara, ég get lofa þér, það mun að eiga sér umbreyting, en hún þarf ekki öll að gerast einu. Þetta gerist smátt og smátt. Þangað til Kristur, andi hans, líf hans, kærleikur hans er myndaður í okkur. Takk eftir. Eitthvað sem er myndað, eitthvað sem er að myndast, tekur tíma. Þannig að ekki veru óþolumóð, þér finnst hlutinni kannski ganga hægt, þér finnst Guð vera oft fjarlægur og jafnvel þú eftir að byrja að tala við hann og þú ert ekki bara að biðja lengur, þú ert líka farin að leita og leita dýpra og svo framvegis, en sem stundum finnst þér þetta rosalega hægt. Ekki gefast upp, því Kristur er að myndast í okkur. Það tekur tíma og það er alveg dásamlegt að vita það, bara hugsa til þess að líf Krists, hans fegurð, hans hreinleiki, hans kærleikur, hans líf, gleði og fögnuður fá að myndast í okkur og hann fá að sjást meir og meir. Nú, þá komum við hérna í 21. versinu og það
Það líka í takti við það sem Páll búinn að vera að færa rök fyrir og hér ætlar hann að hnykkja svolítið út með því. Ég ætla að lesa frá 20. versi í 21. versi. Segið mér, þið sem viljið vera undir lögmáli, heyrið þið ekki hvað lögmálið segir? Skulum brjóta þetta bara niður. Hann segir hérna, þið umskurðamenn og þið sem viljið fylgja þeim, þið viljið vera undir lögmálinu, þar að segja, þið viljið hlýða því og trúið því að þið eigið að hlýða því einu og öllu. Heyrið þið þá ekki hvað lögmálið sjálft segir? Þið þekkið þó kannski bara ekkert lögmálið. Ritað að Abraham, þarna tala hann aftur forfaðirinn Abraham, sem við erum búin að minnast mikið á, sem kom langt á undan lögmálinu, 430 árum fekk hann loforð á undan lögmálinu. Abraham þessi átti 2 sonu, annan með ambáttinni en hinn við frjálsukoninni. Sonurinn með ambáttinni var fæddur á náttúrulegan hátt, en sonurinn með frjálsukoninni var fæddur samkvæmt fyrirheitinu. Stöldrum aðeins við. Þetta, ég held að við kannski klikkjum út þessar umræðu hér með því að fara aðeins yfir þetta, því þetta kjarninn svolítið í því sem Páll hefur verið að tala um. Abraham, sem var forfaðirinn, faðir trúarinnar, faðir andlegs fólks á jarðríki og svo framvegis þeirra sem leita Guðs. Hann, eins og tíðkast að þessum tímum, hann var giftu konu, sem hét Sarai hét hún fyrst, hún fekk breytingu og Sara, hann hét Abram og hans nafni var breytt í Abraham, og Guð búinn að segja, þú munt eignast son, Ísak, sem var sér hans sonur með Söru, og það af honum, frá honum Guð, það loforðið sem ég gaf þér. Þegar þessi sonur eignast, þegar fæðist þinn sonur og Söru, það vísirinn að blessunum sem allar þjóðir munu hljótast frá þér. Þar sé þú ert ættfaðirinn, síðan kemur Ísak og síðan koma fleiri, þangað til að Jesús fæðist og allar þjóðir hljóta blessun. En muniði, þau gátu ekkert eignast son, bara barn. Þau náttúrulega vissi ekkert hvort það myndi vera strákur eða stelpa, en þau trúðu það myndi vera strákur sennilega því að Guð var búinn að segja að þetta sonur. En muniði, þau voru gömul. Sara var komin úr barni, Abraham alveg á síðustu metrónum. Þau vissi ekkert, þetta myndi aldrei gerast. Svona mannlega séð. Og hvað þýddi það? Það þýddi það náttúrulega að það varð að gerast kraftaverk. Ef þetta átt að gerast, ef þetta lofur Guðs átt að verða að veruleika, þá varð Guð að grípa inn í og láta þetta gerast einhvern veginn, þó mannlega séð virtist það gjörsamlega ómögulegt. Ímyndið ykkur, hjón alveg 100 ára aldri að reyna að eignast barn. Okkur fyrst, í dag myndu sem gleymdu því, þetta er ekki að fara að gerast, bara gleymdu því. Sara, þetta loforðið, þetta náðin, þetta að eignast barn með hvort öðru og það myndi fæðast kraftaverkabarn, við skulum bara kalla það kraftaverkabarn, fætt af Guði, vegna þess að Guð var í þessu, hann var búinn að lofa þessu og hann ætlaði að gera þetta. Þá, af því það var ekki að gerast, þá fær Sara alveg snilldar hugmynd, eða þannig, það fá mér eitt svo báður fyrir mýta. Hún kallar á Abraham sinn eina kvöldstund og segir, Abraham minn, ég trúi þessu loforði alveg eins og þú, en við erum ekki að fara að fæða barn. Við erum ekki að fara að fæða barn, við getum þetta, ég orðin allt og gömul, elsku kalli minn, og þú á síðustu metrunum. En veistu hvað, Abraham, ég var að hugsa, ambáttin okkar, þú átt ambátt, sem sagt þjónustukonu, þjón, og hún heitir Hagar, kannski Guð bara að meina það ef að þú eignast barn með Hagar, því hún ekki miklu yngri en ég, hún getur átt barn, sagðu, og ef að þú fæðir
son með Hagar, þá erum við búin að eigna son, af því þú átt hvað sem Hagar, hún er ambottin þín, sérðu? Og Abraham segir, og hann leggst til hvílu þetta kvöldið og hugsaði þetta og hann gat ekkert sofið alla nóttina. Vakna daginn eftir, það morgunverður í tjaldinu hjá Abraham og Söru og hann segir, Sara, ég held að þetta geti alveg verið bara svona. Ég held að ég bara, ef ég eignast barn með henni Hagar okkar og þá fæðist sonur, þá það bara staðfesting að þetta það sem Guð sagði og þetta fer á stað. Þá það komið. Sjáu hvað gerast. Annars vegar loforð Guðs, fyrirheit Guðs eitthvað sem hann ætlaði að gera og hitt að taka málin í eigin hendur og reyna að láta það gerast sem þú trúður að Guð hafi sagt. Þetta Páll að nota til að útskýra munin. Sjáðu, annars vegar að trúin, við eignumst ekkert barn nema því að Guð sagði þetta og við verum bara haldið það að hann allir sér að gera þetta. Og ef við eignumst ekki barnið, þá ekki vegna að Guð skipti skoðun, þá bara vegna að ég heyrði ekki í honum. En ef ég get átt barn bara svona tekið málin í minni eigin hendur og ég get bara átt barn með henni Hagar okkar, ambottin, hún reyndar ekki kona mín, hún ekki, þú veist, frjálsa konan, hún þrællin faktist, hún ambottin. Þetta lögmálið. Annars vegar traust á Guði á því sem hann hefur gert og sagt, hins vegar traust á því að ég tek málin í mín eigin hendur og ef að ég stend mig og klára pakkan, þá það í lagi. Annars vegar að vera hólpin fyrir trú og traust og hins vegar fyrir verk. Og Abraham gerði sig lítið fyrir og hann svaf hjá henni Hagar sinni og þau eignuðu son, Ismael. Var þá ekki Guð bara sáttur og Guð bara ánægður? Var þetta ekki komið? Lesum áfram. Þetta hefur óeiginlega merkingu, segir Páll. Konurnar tvær, og þetta það sem ég alltaf að reyna að segja, öll Biblían full af tákmyndum og túlkunum og dæmisögum og frásögum og þarna enn eitt sem gerist og þetta hefur óeiginlega merkingu. Konurnar merkja tvo sáttmála Guðs. Þessar konur, Hagar og Sara. Annar sáttmálinn frá Sínaí fjalli og börn til ánauðar. Það Hagar, en Hagar merkir Sínaí fjall í Arabíu og samsvarar henni núverandi í Jerúsalem því að hún í ánauð ásamt börnum sínum. Hvað hann að tala um? Hann að segja, Sínaí fjall, hvað gerist þar? Hvar kom nú lögmálið? Hvar kom lögmál Móse? Hvar komu boðorðin? Þar. Hagar merkir þetta fjall sem börn til ánauðar. Hvað merkir það? Þeir sem ætla að fylgja, fyrsta lagi, það ekki frelsið. Það ánauð, það eitthvað sem þú verður utanfrá og inn að fylgja eftir. Það ánauð að gera það og það svo erfitt að þú getur það ekki einu sinni. Það lögmálið. Og þú reynir að ala börnin þín, þar sé öll börn sem fæðast og afkvæmi þeirra, þau eru til ánauðar. Jerúsalem sem í hæðum frjáls og hún móðir okkar. Ver glöð óbyrja sem ekkert barn hefur átt. Sara, hróp og kalla hátt, þú sem ekki hefur jóðsjúk orðið. Því að börninar yfirgefnu eru fleiri en hinnar sem mannin á. En þið bræður mínir og systur eruð börn Guðs eins og Ísak af því að hann gaf fyrirheit ykkur. En eins og sá sem fæddur á náttúrulegan hátt hefur ofsótti forðum þann sem fæddur á undursamlegan hátt, svo það einnig nú. En hvað segir ritningin? Rektu burt ambátt þessa og son hennar, því að ekki skal ambáttarsonurinn taka arf með syni frjálsukonunnar. Þess vegna, bræður mínir og systur, eru við ekki ambáttar börn, heldur börn frjálsukonunnar. Ok, ég veist þetta alveg geggjuverð en förum aðeins yfir hvað þetta þýðir.
höldum okkur fyrst við sögur bara frásögun eins og hún gerðist. Þegar þau eru búin að eignast barn, son, Ismael, Abraham og Hagar, þá hann sonur hans, en hann hefur ekki alveg sama aðgang eins og sonur frjálsu konunnar, Söru, ef hann var fæddur, en hann var ekki fæddur strax. Þannig að þetta var eitthvað sem að Sara og Abraham reyndu bara að koma í gegn sjálf. Þetta var svona ánauð, vera að reyna að redda því sem Guð hafði sagt. Viti menn, svo fæða þau son og Sara verður ólétt og sá heitir Ísak. Hann fæddur af frjálsukonu, þar að segja eiginkonu, ekki ambátt, eiginkonu Abrahams. Og svo segir Páll, það ekki og Ismael og Hagar voru ósátt að Ismael skildi ekki fá sömu svona athygli önnun. Hann skorti ekki neitt, en hann var bara ekki sonur númer 1. Hann var ekki sonur frjálsukonur, hann var sonur ambáttar. Þetta svona svolítið eins og eiga muniði, ef við tökum bara dæmi, bómöllarekrum og þrælahaldi í Suðurríkjum Bandaríkjanna. Húsbóndinn fór stundum og lagðist með þrælunum og átti barn með þeim. Hann henti ekki þeim börnum bara á glæ. Nei, þau fengu svona ákveðnuti, þau fengu stundum að koma inn í húsið. Yfirleitt fenguðu einhverja inni í húsinu. Það var svona að hugsa betur aðeins þau vegna þau voru börn húsbóndans. Abraham hugsaði vel Ismael, en hann var ekki sonur Söru. Og þau urðu ósátt. Og hérna segir Páll, og þau ofsóttu Söru, voru svona að pláa, eða fleitni í holdið, ef við getum notað þá orð sem Páll sagði sjálfur hafa haft, og var alltaf svona að agnúast eitthvað utan í þeim. Og svo segir ritningin að nú verður að reka burtu ambáttina og sonunnar. Fyrirgefðu, þetta ekki hægt. Þið geti ekki farið svona með Söru, þið geti ekki farið svona með Ísak, og þið verðið að fara, Hagar mín, með Ismael. Ég skal hugsa ykkur, ég skal passa upp á ykkur, og hann gerði það. Þið verðið að fara í sikkur áttina. Því að það mun ekki gerast. Alveg sama þú sé að reyna, alveg sama þú þið viljið, að sonur ambáttarinnar muni eignast arfinn með Ísak, syni frjálsukonunnar. Það bara mun ekki gerast. Við munum hugsa hann, já, hann mun ekki skorta neitt, nei, ekkert. En hann fær ekki arfinn eins og Ísak. Það bara svoleiðis. Og af hverju Páll að segja þetta? Hann að negla inn boðskapinn sem hann og hans rökræður gegn svona þeim aðferðum og þeim boðskap sem að umskurnarsynninni voru með. Hann sagði, rétt eins og Hagar og Ismael eru fulltrúar lögmálsins, þeir sem að fæða af sér börn í ánauð, það sem erfitt, ekki að sé ljótt, lögmálið fallegt, og ef þau getur fyllt í, þá það stórkostlega, en þau bara getur það ekki. Þannig að þetta ánauð, þetta erfitt að reyna að lifa fallegu, heilbrigðu, kærleikslegu lifi utan frá og inn. Breytingin hefur ekki átt sér stað innra fyrir, sjáðu. Og lofur Guðs, hérna hann líkir arfinum sem Abraham hafði fyrir Ísak sem lofurðum Guðs. Það mun enginn sem að reynir að lifa og þóknast Guði og öðlast fyrirheitið eingöngu með því að halda lögmál Móse mun ekki frá arfinn. Arfurinn gefinn þeim sem eru afkomendur Ísaks, sem eru afkomendur Krists, og við erum það öll. Svo segir hann, þess vegna bræður mínir og systir, eru við ekki ambáttarbörn, heldur börn frjálsukonunnar. Guð í Kristi Jesú búinn að setja okkur frjáls úr ánauðinni. Hann búinn að setja okkur frjáls úr ánauðinni til að lifa í frelsi. Frelsið stórkostlegt. Hver vill ekki vera frjáls? Og býtu, ég ekki að tala að vera frjáls til þess að
lifa eins og bamiðan og gera hvað sem og að breytir engu. Það ekki frelsi sem verður heldur frelsi til að gera rétt, frelsi til að elska, frelsi til að vera laus undan ánauðinni, frelsi til að vera laus undan ókjunu utan frá inn og lifa í friði innan frá og út. Þetta það sem Páll að tala hér og notar Söru, Hagar, Ismael og Ísak og Abraham sem dæmi til að útskýra. Þetta stórkostlegt og hann segir þið eru frjáls af því þið eru börn frjálsu konuna, þið eigið þetta fyrirheiti, þið eigið það. Það var það sem Guð lofaði Abraham að alla þjóð myndi blessun hljóta ekki út frá Ísmael heldur út frá syni frjálsu konunar sem var Ísak og að við rekið ættkvíslir Jesú og þá það þarna. Þetta ekki inn á Ísmael, þetta inn á Ísak. Og ég ætla að hætta núna en 5. kaflinn byrjar svona: til frelsis frelsaði Kristur okkur. Hann munið þetta ekki köflum, þetta bara bréf. Það lesa bara í samhengi. Þess vegna, bræður mínir og systur, eru við ekki ambóttar börn, heldur börn frjálsu konunar. Til frelsis frelsaði Kristur okkur. Við ætlum að kíkja betur á þetta næst. Sjáu það, við erum enni bara í 4. kafla í Galatabréfinu og ég stekki við mörg vers, ég ekkert að tína allt til, en þetta svo ríkt, þetta svo djúpt, þetta svo gott. Þess vegna svo mikilvægt að kafa þess undir yfirborðið og bara sjá að þetta óeiginleg merking, þetta eru líkingar, það verið að segja okkur einhverja sögu sem skiptir máli fyrir okkar andlega líf í dag. Við getum aldrei tekið Biblíuna bara bókstaflega. Hún saga, hún frásaga, svo sannarlega. Við tökum ekkert frá því. En undir hverju versi, undir hverjum kafla, undir hverju blaðsíðu fullt af djúsi dóti, steikum til þess að nærast á. Fyrir okkar andlega líf og okkar göngu í hinu jarðneska lífi og lærdómur þessa tíma núna samkvæmt Páli ekki rembast við að taka málin í þínar eigin hendur eins og Sara og Abraham gerðu. Ef að Guð hefur gefið loforð, hann hefur gefið mörg. Kannski þú mást ekki eftir eitthvað svona persónulegu loforði, en í Biblínu og í ritningunni alveg fjöldir allir loforðum, ekki bara fyrir mig, heldur fyrir þig líka, fyrir mannkynið allt. Þannig við gefum okkur það og reynum ekki að redda okkur með eigin skynsemi og eigin snilld og eigin egói og reynum að hjálpa Guði með því að gera þetta allt. Við munum lenda í vandræðum og það verður að því ánauð sem ekki gott fyrir okkur. Við slökum á. Við förum inn á við og við segjum: Guð, þú í mér, ég í þér. Ég ætla að treysta þér. Ég ætla að leyfa þér að fæða fram. Ég þarf bara að vera í návistinni. Þú fæðir hlutina fram. Ekki þú reyna að fæða það, segi ég. Ekki við, ekki ég, ekki þú. Leifum honum. Það traustið. Hann mun vel fyrir sjá. Við skulum enda þetta með bæn fyrir þau sem að vilja og geta. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.